Bankalán einn möguleiki líka, en þetta mjög dýr leið til þess að fjármagna fyrirtæki og það sem þið verður í rauninni að gera ykkur grein fyrir það að uh, það að fá lán hjá banka ekki svona alveg sem var kannski í fyrstu hugsað, út af því að ég man þegar ég byrjaði fyrirtækjarekstri þá hélt ég bara ef ég myndi skrifa nógu góða viðskiptaáætlun og skila henni inn þá myndi bankinn lána mér á viðskiptaáætlunina og það var einmitt það sem ég gerði. Ég skrifaði mjög ítarlega og vandaða viðskiptaáætlun, ég plastaði hana inn, gerði hana voða fína og ég skilaði henni og beið spenntur eftir að fá svar frá bankanum. Svo fæ ég svar frá bankanum og hann bara svona, já, okkur líst nú vel á þessa viðskiptaáætlun en við þurfum samt að fá eitthvað svona veð. Og það sem ég áttaði mig á eftir á var það að viðskiptaáætlun skipti í rauninni litlu sem engu máli. Bankinn þurfti bara að fá veð því að bankinn lánar í rauninni aldrei neitt pening nema hann sé tryggður. Í rauninni þið getur bara ábyrgst það að bankinn tapar aldrei. Þannig að þið þurfið yfirleitt að vera með eitthvað svona veð fyrir þessu og það geti verið veð í húsinu ykkar eða einhverjum öðrum verðmætum. Og það að taka veð í húsi eða sérstaklega fjölskylduhúsi er mikil skuldbinding og ég mæli gegn því ef þið komist hjá því. Stundum þurfum við líka að skrifa undir sjálfskuldarábyrgðir og það er annað sem að þið þurfum að gera grein fyrir að þegar þið stofnið fyrirtæki að þá náttúrulega þið að vissu leyti vernduð þar að því leytinu til að fyrirtæki sjálfstæð eining og þannig að það er erfiðara fyrir hvað segir maður ef fyrirtæki lendir ykkur vandræðum þá er erfiðara að sækja á ykkur en aftur á móti ef þið eru búin að skrifa undir sjálfskuldarábyrgð að þá náttúrulega verður að gera ykkur grein fyrir því ef fyrirtæki fer á hausinn og þá verður þið samt að standa greiðslur af þessari sjálfskuldarábyrgð. Aldrei láta einhvern annan skrifa undir sjálfskuldarábyrgð fyrir ykkur. Ég hef gert þetta einu sinni í svona ferlinu mínum og að léti fjölskyldumeðlim skrifa undir sjálfskuldarábyrgð. Ég sé eftir því, ég myndi ekki gera aftur í dag. Þetta bara of mikil ábyrgð sem fylgir þessu og þið eigi ekki verið að leggja þetta á aðra aðal í kringum ykkur út af því að þegar þið eru fyrirtækist það er alltaf einhver áhætta sem fylgir því og ef allt fer á versta veg þá viljið þið ekki að það bitni á einhverjum aðilum sem eru í kringum ykkur.